Halló, halló. Heyrið í mér? Heyrist eitthvað í mér? Já. Verið velkomin á þennan síðasta fyrirlestur vinnuverndarvikunar og ég ætla að kynna til leiks hana Önnu Jónu Kjartansdóttur sem gæða- og öryggisstjóri hjá Ístak og hún ætlar að fara yfir öryggismál á verkstað. Bjóðum Önnu velkomna. Gjör svo vel. Hérna eru fullt af lausum sætum fyrir framann. Ég ætla að byrja á að sýna ykkur bara verkstað. Þannig ég byrja á stuttu vídeói, þannig að þeir sem vilja sjá, þeir þurfa að færa sig. Alveg bara 20 sæti hérna. Svo. Þetta stutt vídeó af virkjun við Geysi sem við erum að leggja lokahönd á í dag. Og á að gefa ykkur pínulitla ímynd inn í hvað við gerum, alveg frá því að byggja módelið og hanna allar járnbindingar og staðsetja allt í svona líkani og yfir í svo bara framkvæmdina sjálfa. Og þetta módel og þetta allt teiknað hjá Ístak í BIM-deildin okkar. Þar. Og eins og þið sjáið þá þetta ekki einn lítill vinnustæður. Þetta risastórt svæði með fullt af alls konar vinnuvélum og tækjum. Búið að grafa og fylla upp í svæði, fullt af vinnu í hæð. Og veturinn í vetur, þó hann hafi sé búin að vera leiðarlegur núna, þá var hann okkur alveg ágætlega að hliða allir framan á. Þannig að verkið gekk mjög vel. Og þessum vinnustað eru það bil 60-70 starfsmenn búin að vera núna í marga mánuði sem búa bara upp á brúvirkjun, vinnuskúr, eða vinnubúðum og gistiaðstöðu. Og maður verður nú bara smá sjá ykkur að horfa á þetta, ég ná ekki það. En þið sjáu samt bara umfangið á þessu. Þetta alveg löng pípa og þetta allt sem við köllum okkar vinnusvæði. Alveg frá stöðvarhúsi og í inntakið og svo allar pípunar og lagninnar.
Hæ, hver ber ábyrgð á öryggismálum á þessum verkstæði sem ég var að sýna ykkur áðan? Veit ykkur það? Ístak. Þau sjálf, það er rétt. Allir starfsmenn bera ábyrgð á sínu eigin öryggi. Þó ég sem titilinn öryggistjóri, þá er mín ábyrgð á öryggismálum og allir fylgja ákveðnum öryggisreglum og að samræma, en í grunninn þá þarf hver og einn að bera ábyrgð á sínu öryggi. Stutt mig, var eitthvað sem hlustaði á þriðjudaginn? Nei, ok, þetta er í rauninni sömu glærur en erindi verður auðvitað aldrei eins, sem að segja einhvern veginn aldrei það sama. En ég er gæða öryggistjóri á Ístak, ólst upp í Stykkishólmi, fór í framhaldsskóla á Akranesi, útskrifaðist úr umhverfis- og byggingaverkfræði frá Háskólanum Íslands 2008, fór í kreppunni til Danmerkur í nám þar, kom svo heim og var ráðgjafi í umhverfisöryggis- og gæðamálum hjá Mannvit í 5 ár og ákvað svo að færa mig yfir í verklega hlutan, framkvæmdarlega hlutan og komið með nóg af því að afhenda alltaf bara gögnin og hugmyndir og efni frá mér og vita svo ekki meir hvað yrði gert við það og langaði að vera meira í áþreifanlegar partinum. Og fór í 3 ár og var 3 ár gæða umhverfisöryggistjóri hjá Jarðborunum, sem að bora eftir heitu vatni og jarðhita út allan heim og var alveg svakalega skemmtilegt og spennandi verkefni. En er núna hjá verktakafyrirtæki sem heitir Ístak. Eitthvað sem hefur heyrt Ístak. Og með einhverja hugmyndu hvað Ístak gerir. Já. En Ístak er 50 ára á þessu ári og fyrsta verkefni á Ístak var virkjun. Og þess vegna fannst mér svona, kannski ekki tákgrænt að sýna það að enn þann dag í dag erum við að gera virkjun og erum að klára virkjun á þessu 50 ára afmælisári. Og það sem verður spennandi og við erum aðeins að svona skoða og gera er hversu mikið hefur breyst í framkvæmdum á þessu 50 ára tímabili. Sumt hefur breyst alveg heilan helling, til dæmis öryggismál, en annað er kannski bara tiltölulega mikið gert eins, sem er alveg mjög áhugavert. Við erum með svona frá 300, nú erum við 300 plus 320 starfsmenn í dag, en veldur auðvitað allt eftir hver verkefnum og því sem við erum að gera hverju sinni. Það fylgir svolítið bara markaðnum í þessum byggingaframkvæmdum. Við erum með starfsmenn sem hafa verið hjá Ístak í alltaf 45 ár og einn þeirra er ennþá stjórnandi hjá fyrirtækinu í dag og er á þessari mynd. Þetta eru bræður og það sem þeir eru að gera þarna að þeir eru að takast í hendur inn í miðjum Hvalfjarðargöngum. Þeir voru með sikkvot endan og sprengdu sig í gegnum Hvalfjarðargöngin og hittust þarna við loka sprengingu þegar þeir voru komnir í gegn. Svakalega glaðir að sjá hvern annan. Og það var búið að hóa til alls konar fólk til að vera viðstatt þessa síðustu sprengingu, til að taka mynd af einhverjum ráðherrum og einhverjum fleirum, en þeim fannst það algjör óþarfi að þeir ætluðu að vera fyrstir hann í gegn. Og ég styð þá hugmynd algjörlega, en það þykir okkur mjög vænt þessa mynd í dag. Hverjir vinna hjá Ístak? Hvernig fólk? Hvað erum við að gera? Við erum með svona 60 störf, mismunandi störf sem eru til hjá félaginu. Og þetta er mynd sem ég fekk frá mannúðsdeildinni meðal annars til að taka saman svona stærstu í hverju erum við með flesta. Og það eru auðvitað mjög margir sem eru með menntun úr þessum tækniskóla hér og í Hafnarfirði og öllum tækniskólum sem vinna hjá Ístak. Bæði við það sem þeir læriðu og svo kannski við líka bara eitthvað allt annað. Ég myndi segja að við værum með að ég held miklu fjölbreyttari starfsemi heldur en fólk heldur þegar hugsa Ístak. Við erum með litlar deildir sem við erum svolítið kannski líka að tala þess vegna byrja ég að tala aðeins það hér. Við erum ekki bara að gera virkjanir og við erum ekki bara að gera risastór mannvirki. Við erum með viðhaldadeild og vélaverkstæði og véladeild og vélaþjónustu. Við erum með litla deild sem sér einungis borun og sögun. Það eru cirka 8 starfsmenn þar. Járnsmíðaverksmiðja, rafmagnsverkstæði, steipuskála og lager, svo sem dæmi sem tekið. Og þetta eru svona þjónustudeildir við stóru verkin, en eru einnig líka bara með sín eigin verkefni fyrir þá minni verkefni. Og viðhaldsdeildin er að gera mjög margt skemmtilegt, eru í rauninni viðhaldi á minni mannvirkjum. Alls konar viðhaldi.
Þetta bara svona aðeins listi af því sem við erum að gera og þau verkefni sem í gangi í dag, án þess að ég ætla að fara eitthvað yfir það. En það sem kannski grunnurinn að þetta eru sífjölbreyttir vinnustæðir, en það gilda sömu reglur allstaðar. Sömu öryggisreglur, sömu gæðareglur og allir bara fylgja sama samræmda verklaginu. Og það áskorun að því að vinnustæður, bæði lítill og stór, ekki eins fyrir hádegi og eftir hádegi eða í gæra í dag eða í næstu viku. Það eru stöðuga breytingar af því við erum auðvitað bara alltaf að framkvæma og það þarf að laga alltaf. Halló. Já, kannski benda á það að við erum að fara til Grænlands. Það alltaf fulli á mínu borði í dag þar. Stærsta verkefni Ístak syngur til að byggja skóla í Grænlandi sem mjög spennandi verkefni. Ég held að þar sé núna það 15 til 17 gráði frost. Þannig að við erum líka undirbúið okkur fyrir það. Þó okkur finnist kalt hér, það var ekkert kalt hér. En hvað dettur ykkur í hug þegar ég segi öryggismála versta? Eitthvað Frábært. Rafmagn, hávaði, fallhætta upp á 10. Þetta öryggismála versta, meðal annars. Ánægð með þessu svör. Það sem mér finnst öryggismála verkvar og stúa mér sem öryggis- og gæðastjóra fyrst og fremst undirbúningur, fræðsla, innleiða það í framkvæmd, taka það út, passa allir sig að fara eftir því sem var ákveðið að gera, benda á það sem vel gert og fara yfir kannski það sem má gera betur og svo byrjum við aftur. Þetta ég, en það sem þið sögðu áðan, það auðvitað það sem þetta gildir allt og það sem við þurfum líka að fá frá fólkinu okkar. Og partur af undirbúninginum að pumpa þá sem á verkunum með að gera þetta ákveðna verkefni, hvernig hann ætlar að gera það og hvernig við komumst saman að þeirri niðurstöðu að gera það sem öruggast. Af því ég engin sérfræðingur í því sem verið að gera. Ég kann regluverkið eftir að bóka áfram, sko. Það vantar ekki. En þetta samtalið það hvað öruggast. Hvernig á að gera þetta? Þið eru sérfræðingarnir. Segið þið mér. Það undirbúningurinn. Og svo kannski að innleiða það og fara yfir það og allir séu sammála. Sem auðvitað alls ekki alltaf. En það eru öryggisreglur. Og það eru bara í lögum og það eru hjá okkur og það eru full kröfur verkkaupa sem óskar eftir, þeir eru stundum með hærri öryggisreglur. En í grunninn þá gildir það sama fyrir alla. Það skiptir engu máli hvað þú heitir eða hvað þú gerir eða hvað þú kemur. Það eru sömu öryggisreglur og Ístak fyrir alla. Og við erum með hús íslenskunar niður á Suðurgötu. Það í rauninni fyrsta verkefni sem afmarkað með hliði. Og mér persónulega sem öryggisstjóra finnst það mjög mikið til fyrirmyndar að verkkaupa og óska eftir því af því að þá stýrum við því alveg upp á 100%. Hver fer inn? Þú verður að vera með kort og ef þú ert ekki með kort þá verður að hringja og óska eftir að koma inn og þá ertu skráður inn á svæði með gestapassa og þess áttar. Þá enginn að ráfa svæði sem á ekki að vera þar. Og það gerist alveg. Og það áskorun að hafa yfirlitið með því. Öryggismál eru líka þessar persónulífar. Og það reyndar yfirleitt það fyrsta sem fólk heldur og segir þegar maður spyr spurningum öryggismála versta. Af því að það það sem við sjáum. Við sjáum menn í gulum vestum eða göllum, við sjáum menn með hjálma. Ekki satt? Það þessi sýnileiki sem skiptir máli. En undir eru þetta alls konar vinna búin að eiga sér stað af því að eðlilega viljum við hafa sem fæstar persónulífar. Af því að það þær oft sem eru fyrir, fólk finnst þær erfitt að vinna með þær og við þurfum að aðlaga og finna þær persónulífar sem virkar hvert skipti. Í grunninn hjá Ístaka öryggishjálmur, skór og sýnileikafatnaður skylda. En eðlilega þá tökum við upp alls konar annað með þegar á þarf að halda. Og það sem í vinnu hjá mér núna, og ég búin að vera að tala núna svona í nokkra mánuði, að gera gleraugnarskyldu. Og ég segi þetta hér að því að ég veit að það virkar og ég hef trú á því og ég veit að það fullt af öðrum fyrirtækjum með gleraugnarskyldu. En við keyrum það ekki í gang fyrir að allir eru sammála. Að þeir trúi að það sé máli. Við verðum fyrst að skilja af hverju við þurfum að nota öryggisgleru
við þurfum svo að trúa því að það sé málið, þá fyrst hægt að ætlast til þess að ykkur fara að nota öryggisgleraugu á staðaldri. Til þess að við séum ekki ykkur vítahring að setja ykkur reglu sem enginn fylgir. Það kemur móða og þau passa ekki og ég sé ekkert í gegnum þetta. Og þetta ykkur rökin. En þeir sem hafa fengið eitthvað í augun, þeir eru með öryggisgleraugu. Af því að það yfirleitt á reynslan mín og margra annara, og þegar eitthvað búið að gerast, þá fyrst fólk tilbúið að bregðast við. Þessi búin að setja gleraugun, ánægði með þig. En það bara, þessin erum við líka í þessum forvörnum. Og það öryggismáli versta, að reyna að láta fólk sjá fyrir það sem getur gerst. Er það að fylgja mér? Öryggismáli versta eru samskipti. Þetta gengur allt út á samskipti. Öryggismáli versta gengur út á samskipti. Ég hér í dag að tala við ykkur og vonandi fæ eitthvað feedback á móti frá ykkur. Að ég sé ykkur sem framtíða starfsmenn hjá Ístak. Og því betur sem ég búin að undirbúa ykkur áður þið komið út til Ístak, að því betur gangu öryggismáli versta. Skiljið? Ekkert bara hjá Ístak, heldur auðvitað bara öllum öðrum í þessum framkvæmdum. Hvað eru samskipti? Fræðsla, að fylgja því eftir, að labba svæðin og taka út og fylgjast með hvort sem það er gæðamáli eða öryggismáli eða annað. Og þetta blessaða áhættumat. Hefur ykkur heyrt talað áhættumat? Ég veit það því að Hildur, hún sagði mér að þið hefðu heyrt talað það, þannig að það ekki. Já. Vissi það sko. En svo þetta samskipti með öryggismáli versta, gamla góða spjalli við kaffivélina. Eða bara fyrir mig að setjast út á verstað og tala við fólki. Af því að fólki sem út á verstað, það veit best hvernig á að gera hlutina. Ég kem aldrei eitthvað að segja fólki hvernig að gera hlutina. Ég vil bara meðtaka og innleiða það sem virkar og það sem við erum sammála það er öryggasta leiðin. Og hún kemur bara mjög oft við kaffivélina. Og þá það mitt að keyra það í gegn, fara yfir það með fleirum, innleiða, keyra í gegn og taka út og fylgja eftir. Samskipti. En ég stundum að mörgum segja, þessum sem eru kannski búin að vera í þessu lengi, alltaf að segja sama hlutin. Ég ekkert sammála því, en sumir upplifa ég sé alltaf að segja sama hlutin. Og þeir sem gera það, að maður segir sama hlutin aftur og aftur, haldið því að þetta sjúkraliða fólk hafi ekki farið á námskeið. Haldið þessi ekki búið að fara yfir með þeim hvernig eigi að gera þetta. Aftur og aftur og aftur. Fólk gerir mistök. Talar ekki saman, vantar betri samskipti, vantar betri undirbúning. Þetta má alltaf hlusta aftur og aftur. Af því ég get sagt ykkur það að þið hérna taki inn svona 10% af því sem ég segi í dag. Ykkur 10%. Ég með ykkur 30 glærur, hálftími. Og þið munum muna svona hvað ég segja, 3 ár. Vonandi fleiri. En það það sem maður kemur með. Þess vegna þarf maður að koma með í nýjum undirbúningi, nýju leiðir, koma með aðra aðferðir, en í grunninn viljum við bara öll komast heil heim. Hverjir hafa lent í vinnuslýsi hér? Já. Í vinnu. Ég lent í vinnu. En í námi. Heima, upp í bústað, já, þetta gerist 13. janúar 2020. Það kom sjúkrabíll upp í Ístak. Þetta var vinnuslys, og þetta var ekki tengt neinum vélum, eða neinum tækjum, eða neinum verklagi, maðurinn rann í hálku.
Maðurinn er mjaðmagrindabrotin og verður frá margar vikur. Það er búið að moka og það er búið að salta og við erum með forvarnir og við erum með pottþéttan mann í þessu, en það var þannig smá kantur í endanum á gönguleiðinu sem var hálka. Og hann rann. Og maðurinn sem mokar og saltar miður sín, eðlilega. Af því hann er alltaf að gera þetta bara eftir sínu bestu getu. En þannig gerist þetta. Ég lenti í vinnuslysi árið 2006. Ég var að vinna á veitingastað í sumarvinnu og ég skar mig á 2 glerplötum sem voru á svona borðiði, dúkalegu borði. Og 2006 þá var ég ekki byrjuð í þessu og gerði mér enga grein fyrir því að þetta hafi verið vinnuslys. Ég hljóp upp á spítala, það verið Stykkishólmi, og hitti læknirinn, hélt puttan og ég er ekki með tilfinningu í þessum 2 hér, ekki fulla tilfinningu. Skurðurinn var ljótur, en það háir mér ekkert, en ég veit meir í dag en ég vissi þá. Það var örugglega ekki gert áhættumat fyrir þetta verkefni, að skipta glerplötu. Þetta er í rauninni, þetta er ekkert alltaf tengt einhverjum stórum vélum með einhverjum stóru vinnustöðum. Og þess vegna spyr ég heima að því að við erum líka með fólk fjarverandi sem að slasast heima. Af því þetta gerist heima líka. Og ég vil að allir taki þetta með sér alla leið. Öryggismálaverkstað eiga líka við heima. Hvað gerist hjá Ístak? Við erum með alveg afskaplega hátt hlutfall af falli á jafnsléttu eða falli úr hæð. Og það er alveg í samræmi við bara aðra geira og aðra vinnustæði, samkvæmt vinnueftirlitinu. Þetta er það algengasta. Við erum með falli á 3-4 metra hæð þaki í fyrra. Við erum með falli úr stiga og menn er að hoppa niður úr vinnuvélum eða stórum vörubílum. Og afleiðingarnir eru í langflestum tilfellum tognun eða fótbrot og svo er alltaf mikið tognun á úlliðum. Menn er að detta og bera fyrir sig hendunar. Þetta eru fjarverandi dagar frá 1 og upp í marga mánuði. Og fallið úr þakinu í rauninni líka við styrsta. Hann var alveg afskaplega heppinn. Og öryggismáli eru stundum svolítið dramatísk, en stundum þarf maður það til þess að ná athygli. Við erum með fall á jafnsléttu, menn lappum í óreimuðum eða illa reimuðum skóm. Á vinnustöðum jafnvel oft í upphafi verka og stundum gegnum þau öll er gróf möl, gróft undirlag og menn verða bara aðeins að horfa hverði stíga. En svo erum við líka með fólk sem er að klemma sig, skera sig á dúkarhnífum eða slípurokkum eða öðru. Og svo er alveg afskaplega algengt því miður að menn fái, menn og konur, ég tala svolítið menna því við erum með svolítið marga menn, en við erum með konur, bara þannig að sé hreinu, að fá í augun. Fá eitthvað í augun. Fá ryk eða sandkorn eða agnir eða eitthvað. Og það er ekkert alltaf að því ég er að gera eitthvað og fá í augun mín. Ég er að gera eitthvað og það fíkur í augun þín. Og það er það sem við erum einlega að glera á alla. Ekki bara þann sem er að vinna. Við þurfum að horfa að vinnuumhverfið okkar í heild. Og þegar þú hefur fengið eitthvað í augun, eins og ég sagði áðan, þá er fólk alveg 99% líklegri til að nota gleraugu. Því það vill ekki gerast aftur. Við byrjuðum á þessu í fyrra. Í október í fyrra. Í rauninni er árið hjá Ístak er október til september. Þannig ég er á 4. mánuði núna í öryggismál. Árið 2020. Og við innleitum þetta og setjum þetta á svona skjái eins og þið erum með hér fyrir allt fyrirtækið í heild og svo eru einhver verkefni farin að taka þetta upp hjá sér bara eins og þau vilja, mánuðina eða árið eða jafnvel vikurnar. Og þetta er að virka. Þetta er að virka að því að fólk er andum hvort annað. Það vilja allir komast heilir heim og við viljum ekki neins slys. En þegar þú ert farin að horfa á alla í heild og ekki bara þitt verkefni og sérð rauðan reit og með þessum glærum látum við fylgja með hvað gerðist. En ef það kemur litur annar en grænn, að þá fylgir með hvað gerðist og hvað erum við að gera til að gera öðruvísi eða hvað getum við lært af því.
Hafið þið séð svona kross áður? Einhver? Já, nokkrir. Af því þetta alveg farið að vera hjá fyrirtækjum og við erum ekkert svo fyrstu. Þetta engin geimvísindi. Og þetta bara afskaplega gaman finnst mér hvað Ístak að taka vel í þetta. En af hverju erum við að þessu? Af hverju ég að þessu? Ég að þessu líf og sál. Og ég ekki að þessu bara í vinnunni. Og fólk sem þekki mig veit alveg ég ekkert að ljúga. Og heima hjá mér enga framkvæmdi nema þessu persónulífar og farið yfir hvað getur gerst. Tengdapabbi kom og hjálpaði við gera sturtu núna í sumar. Í haust. Og þegar Rúnar sagði, bítu, maðurinn minn, ætla að fara inn á ná í gleraugun og þú veist hanskana á. Og þá spurði tengdapabbi bara, ertu ekki að djóka? Og Rúnar sagði, nei, við erum með allt, bara allar græður hérna. Og út inn fór hann og bara setti búnað á tengdapabba og þeir byrjuðu að saga. En þú veist, þetta skiptir mig máli. Ég vil vera til fyrirmyndar allstaðar og alltaf. Af því ég veit að það virkar. Ég tek þetta heim. Ég fordæmi. Af því ég ætla að komast heil heim. Og ég vil að þið komast heil heim. Og það að dætur mínar 24 finnst alveg fáránlegt að ég skipt ljósaperu finnst mér ekki í lagi. Af því ég þykist vera að gera allt svolítið vel sjálf. En það hefur orðað í ennþann dag í dag og ég held að sé komna 2 vikur síðan skipt ljósaperu að ég gat skipt ljósaperu. Og það örugglega búin að segja öllum leikskólanum að mamma gat skipt ljósaperu. Þú veist, þetta er bara partur af þessu. Aftur áhættumat. Nenni ekki þessu tikki. Fyrir mörgum áhættumat þessi litir. Gulur, rauður, grænn. Ef það grænt þá allt í lagi, ef það rautt þá þurfa að gera eitthvað. Ef það gult þá hafa það í huga. Þetta svona í grunninn svolítið sýnileikin á áhættumati. En það áhættumat bara hvað við ákveðum að gera hvert sinn. Eins og ég tók dæmi upp í tekniskóla í Hafnarfirði á þriðjudaginn hvernig ég fer hérna niður, þá var trappa, nú engin trappa. Hvernig ég fer niður, hér mat. Ætla ég að hoppa, ætla ég að fara varlega, ætla ég að vera með báðar hendur uppteknar í einhverjum tækjum og tólum. Og það að vinna í tröppu versus að ná sér í einhvern vinnupall, það áhættumat. Að vera með gleraugu, vera ekki með gleraugu, bara þessi einfalda ákvörðun. Það að taka alltaf alla fleyga frá öllum hurðum sem eru haldið opið með eitthvað svona fleygum og setja í vasan. Það auðvitað eitthvað þráhyggja en það líka áhættumat. Ef það hurð sem haldið upp með einhverjum fleyg, þá eitthvað að. Af því að hurðin, hún þung að ástæðu og ef það þarf að vera opið þá á að vera hún segull. Og ef það ekki segull þá ekki gert ráð fyrir því öryggismál. Þannig ég tek alla svona fleyga og setja í vasan. Og stundum ég með nokkur vasa fulla af svona trékuppum. En þú veist, það bara, og slökkutæki líka stundum noti til að halda hurðum. Hafið þið séð svoleiðis? Já. Þetta öryggismál verstað og þetta líka bara öryggismál hér og allstar. Öryggismál eru allstar. Og maðurinn minn hættur að gera svona, þú veist, þegar ég gera eitthvað, því að hann bara fann að vera vanur þessu. En þetta skiptir máli. Hurðin þung, af því hún á að vera lokuð eða tengd við kerfið. Og það öryggi ykkar að það fari ekki reykur út allt því að fleygur á hurðinni. Er það fylgja mér? Þetta áhættumat. En áhættumat líka bara að reyna átt að sagja hvað getur gerst. Það getur kviknað í. Og þá einhverja brunavarnir hér til þess að hjálpa okkur út og gera skaðan sem minnstan fyrir bæði mannvirki og fólk. Og svo þurfum við alltaf að ræða hversu líklegt eða ólíklegt það að gerist. Og taka þá tillit til þess í þeim forvörnum sem við erum að vinna. Það talað öryggismat, fullt af enskum heitum, risk management, risk analysis, óvissustjórnun, take 5, JSA. Þú veist, þetta allt bara í grunninn orð yfir alls konar típur af áhættumati. En í grunninn gengur þetta alltaf út á það sama. Sjá fyrir, gera forvarnir, laga verkin okkar að aðstæðum á fólki. Minnka skaðan, minnka hættuna. Við allt sem við gerum. Ég með verkefni. Horfum á þetta vídeó
og hugsa áhættumat. Hefur ykkur lent í þessu? Og skafa annarra manna bíl? Það auðvitað góðmennska, en þannig kannski líka svolítið óvissustjórnin í tíma. Hver alltaf á síðustu stundu í skólan? Námið? Já. Og hver kemur út á morgnana og það var ekki snjór í gær en nú allt á kafi og þau gerðu ekki ráð fyrir þessum 5-10 mínútur sem tók að skafa bílinn? Og fyrst á veturnar, hvar skafan? Ég var í bílnum, já, hún var ekki í bílnum mínum. Þetta eitthvað sem við erum öll einhvern veginn alltaf að tækla. Og þess vegna tekið þetta sem dæma því við getum, held ég pínleiti sé þetta í okkur. Og ég tek dæmi þessar svokölluðu Take 5 bækur sem að voru og eru í notkun til dæmis í álverunum og öðrum stórum vinnustöðum. Hún til hjá Ístak, en það að skrifa niður í bókina fyrir mér skiptir ekki máli. Það að tileinka sér þessar spurningar og geta aðeins bara átt að sjá því og án þess að þurfa að skrifa því ég ætla ekki að skoða þessa bók, mér alveg að koma stendur í henni. Þetta snýst fyrst og fremst þig. Og ætla ég bara aðeins að sýna ykkur hvernig þetta heimfæra þetta yfir á svona óbúslega einfalt dæmi eins og að skafa bílinn. Ég reyndar gerði þetta fyrir 3 daginn en það 24. dag og ég þurfti líka að skafa í morgun, þannig að eitthvað öðruvís í dag? Eitthvað hættur? Já. Og já, nei, það var ekki snjókomi í morgun og ekki heldur á 3. daginn. Fyrir neðan fljúgandi hálka og ég bara hér á sléttum stígvölum. Fyrir framan og aftan, og snjóskaflar og annað fyrir mér. Að innanverðu, nei. Skráðverklag, það þarf svo sem ekki, þó sumum kannski finnst að þurfa. Vel gert. Og ég segja þér. Ég var ekki búin að taka eftir þeim, en mér var bent á það á 3. daginn og ég búin að sýna þetta vídeo mörgum sem. Ég ánægð með ykkur. Já, hann sagði að það væri grýlukerti ofan á þakkskekjunni þar sem hann kom út. Og mér var bent á þetta líka á 3. daginn, þannig að ég alveg bara, það allir vakandi hér, Ég fyrir að taka bæta sinn. Hérna verkleyfi. Fyrir mjög margt sem við erum að gera þarf ykkur svona verkleyfi. Einhver að vinna hér með heita vinnu. Sjóða og gas og enginn, nei. En við til dæmis í okkur, við erum með nokkur verkleyfi, alls ekkert mörg. En það ákveðið verkleyfi sem þarf að fylla út, þá það bara svona fyrirfram ákveðið verkleyfi og það fer enginn á stað nema til dæmis þú sést búin að fylla þetta út og sért með vegandi búna. Fyrir að skafa bílinn, nei. Vinn ég með nýjum vinnufélaga, þetta afskaplega mikilvægt atriði. Hversu vel þekkjum við hvort annað áður við förum á stað? Við allt sem við gerum. Þurfum við að hafa samskipti, þá stjórna okkur háskalegum aftengdum búnaði. En hef ég þau tækju tól sem ég með? Ég var ekki með það og þessi maður var ekki með það. En hann skóf bílinn hins vegar afskaplega vel, það má ekki taka það á hann. En skiljið þá, þetta í rauninni bara þessu hugsun. Og þetta að gera áhættumat og gera það vel sparar líka tíma. Og það alltaf miklu auðveldur að benda á það sem að. Eru sammála því? Eru alltaf að segja náunganum hvað hann að gera vel? Eða tala það við náunga hvernig þess að gera hlutina vel? Nei, en við eigum að taka okkur á að gera það. Þessa mynd tók ég 2016. Nicaragua. Jarðboranir voru að vinna þar og við vorum að keyra á verkstæðin frá það sem við gistum. Og þá spyr maður sig, eru þetta ásættanlega vinnuaðstöður? Sjáu ég hérna.
Hvað er að? Er eitthvað velgert? Það sem er velgert var að ég hefði átt að taka vídeo að þeir eru að kasta upp og þeir grípa. Það er merkilega vel. Það var mjög vel gert. Og alveg grýttu þessu upp á og svo grípu þeir. En þetta er kannski bara uppfyllir þær kröfur sem eru til staðar í Nicaragua. Skiljið. Við varum aðalega okkur aðstæðum en við hjá jarðborunum vorum hins vegar bara með sömu kröfur á Íslandi af því að kröfurnar í Nicaragua voru minni en við erum vön. Við héldum okkar, við duttum ekkert á þetta plan. Þannig við verðum líka alltaf að muna að geta metið rétt frá röngu. Þó að þeir gera þetta svona, þá þýðir það ekki að við ætlum að gera þetta svona. Sammála? Já. Förum til Íslands. 2014, reyndar. Já, líka 20. Hvað er það hér? Nei, og þetta kar er alveg stöðugt og já, alveg bóttið. Hvernig haldi hann að fara þarna upp? Klifur af hann eða var eitthvað sem settist upp í liftarann og lyfti honum upp og fór svo að gera annað? Já, það er alls konar getgátur. En sko, skýtt með það að hann sé ekki með hjálm, hann bjargar engu. En þetta er hugsunin og það sem mér finnst sorglegast er að þessi maður hafi annarkvort sett sig í þessar aðstæður eða láti setja sig í þessar aðstæður. Þetta er ekki fullnægjandi tæki og tól og búnaður fyrir þetta verkefni. Ég get sagt ykkur, það er hérna vélalegur fullar af alls konar tækjum og tólum. Og það er miklu ódýrara að leigja hana og bíða eftir hún komi heldur en að slasa sig í þessu. En hér. Sama verkefni. Það er gæi í hvað er þetta? Skóflunni. Og hann er ekkert bara einn þarna. Þeir eru tveir. Það er mjög sniðugt, já. Og veistu hvað þessi hinn var að gera? Nei. Það hlýtur að hafa staðið í hans verklýsingu og hann ætti að halda jafnvægi á meðan annar var að skipta um peru. Og því að það var einn bara með það verkefni að halda jafnvægi af því að þetta vaggaði smá veis. Ég tók þessa myndir sjálf. Já, 2012 eða 13 reyndar rétt. Þá var ég ráðgjafi hjá Mannveit og tók þetta út um gluggan á kaffistofunni hjá Mannveit í Grössasveinum og sendi og hringdi vinnueftirlitið. Af því mér fannst þetta ekki í lagi. Það sem ég hins vegar er komin lengra í dag, kannski 5, 6, 7, 8 árum síðar, er í dag hefði ég bara farið út og sagt, hei, hvað er það að gera? Við verðum öll að taka okkar öryggisvitund að skref hægt og rólega. Mér hvarflaði ekki á mér að fara út þarna. Það fannst ég samt alveg að vera klár í öryggismálum. En í dag myndi ég bara fara út og segja, hei, strákar, er ekki allt í lagi með ykkur? Og hringja svo í vinnueftirlitið. Og jafnvel hans yfirmann. En þetta er auðvitað bara lögbrot. En þetta er að gerast, eins og hún segir út í sal, þetta er að gerast út um allt. Og ég ætla að segja við ykkur, hafið þið kjark og þor að segja nei. Sjá rétt frá röngu. Hér eru fleiri myndir, líka á Íslandi, önnur þeirra tekin 2019. Hér er maður að hífa sig niður og bytta. Og hann gerir þetta ekki einu sinni, hann gerir ekki tvisvar og ekki þrisvar og ekki fjórum. Og hann er að spara sér smá spotta upp stiga. Og er hann með fjárstýringuna hér eða er ykkur annar að hífa hann, ég man ekki. Ég held nefnilega að sé með fjárstýringuna sjálfur. Og þetta er þetta bara, þú veist, ef hann hefði dottið þá viljum við ekkert að spyrja leikslöka. Og aftur gerir ég öryggismál pínlítið dramatísk. En það er ofta sem maður kannski snertir. Og hinn hérna, félagi minn, hann mun aldrei nokkuð tíma að gera þetta aftur. En þetta er ju ístegn. Af því við erum mjög flott og við erum að gera alveg svakalega marga góða hluti. En við erum líka mannleg. Hér. Já. Já. Nei. Það er alltaf enga sens bara hvort sem er.
Og ef ég kem aftur, þá kem ég með svoleiðis vídeo. Af því ég á svoleiðis vídeo hjá Ístak. Og það sem betur fyrir slasaðist enginn. En það var verið að hífa upp stóran fleka. Og það slitnaði. Og það var ekkert falleg sjón. En menn og konur eru bara alltaf að redda sér. Það er málið. Við erum bara að redda okkur. Show must go on. Ég á tíma. Ég þetta líka. En saman koma segir oft að skiptir engu máli að bíða. Og það má kaupa, og það má leigja, og það má gera, og það má græja. Og þá bara eru menn og konur alltaf bara að redda sér. Og þess vegna erum við að þessari sífelldu endurgjöf og við erum alltaf að segja hlutina aftur og aftur og hrósa fólki þegar gerir eitthvað vel og hrósa fólki þegar kemur með góðar ábendingar og samanskapi líka benda á eitthvað og þá er það bara til að læra betur af því og koma því áleiðis að við ætlum ekki láta það gerast aftur. En við erum samt, ég er mjög stolt að vinna hjá Ístak því við erum að gera alveg afskaplega marga góða hluti. Og við höfum verið mikið að fókusa á fallvarnir af því að það er erfitt. Var ekki Freyr í gær? Sátu ykkur hér og hlustu á Sigmenn? Þau voru í Hafnarfirði, já. En þetta er á netinu það ekki örugglega. Mæli með að hlusta á hann. Hann er frábær fyrirlesari og hann er að gera afskaplega marga góða hluti með lausnir á hlutir sem okkur finnst stundum bara að vera alveg út ómögulegar. Og þá þetta snýst það bara allt að hvernig á að ná til dæmis fólki niður úr krana. Og það er eitthvað trend núna í auglýsingabransanum að fá að gera eitthvað upp í krana. Ég held að ég er búin að fá 3 fyrirspurnir núna mjög stuttum tíma frá auglýsingastofu að kasta eða grýta eða gera eitthvað upp í 50-60 metra hæð. Og ég hefði bara að segja nei, það er þetta alveg galið. Það er nógu mikil áskorun að hugsa okkar fólki sem þarf að vera að vinnuna sinna vegna, við erum ekki að fara að setja tökumann og alls konar fólk upp í krana, bara gleymi því. En þetta, ég held að fólk átti sig ekki á hættunni. Nema maður útskýri og það skilji og fái af hverju þau segi nei. Og fólk gerir ráð fyrir alls konar. Ekki satt? Og ég veit ekki hvort það sé þetta áður en mér finnst þetta afskaplega skemmtilegt. Að þegar, when you assume, you make an ass out of you and me. Þú gerir bara lítið úr okkur báðum. Ef þú ætlar að gera ráð fyrir. Tölum saman, spyrjum, saman hversu vel þú þekkir einstaklingin. Og ég hef oft gert rótagreiningar á slysum þar sem að niðurstaðan er já en ég hélt að. En já ég gerði ráð fyrir að. Ég klemdist á milli lysafleka og misti af mig putta að því ég hélt að það myndi ekki gera. Undirbúningur, fara yfir þetta, tala saman, samskipti. Við þurfum að tala saman og við þurfum að vera ein heild. Og við viljum öll hafa hlutin í lagi og við viljum öll komast heil heim. Ég mældi öryggisvitund verkstjóra, staðarstjóra og tæknimanna sem eru svona helstu stjórnendur á verkstað 2018 og þeir mældu þetta rauninni sjálfir. Þeir settu bara niður á blað hver er öryggisvitundin mín á skalanum 0 og upp í 10. Meðaltalið var 7,3. Hversu vel mikil er öryggisvitundin ykkar? Á 0 og upp í 10. Ég myndi segja að mín væri svona kannski 8,5 upp í 9, hún er alls ekki 10. Það er enginn með 10. Þó að sumir hjá Ístak telja sig vera með 10, ég er bara ekki sammála. Við getum alltaf lært og við getum alltaf gert betur. Árið 2019 mældist hún í nóvember 8 og ég var alveg afskaplega glöð. Ég er íþróttamanneska og ég er keppnis og ég skildi ná fólki betur áfram með öllu því sem við erum að gera. En ég var líka alveg tilbúin ef hún myndi vera eins eða minni. Að því að kannski þegar þú byrjar að læra og þegar þú byrjar að hlusta og þegar þú byrjar að bara pæla þá kannski stundum áttar það á því að þú kannt bara ekki neitt eða kannt minna en þú hélst að því maður er stöðugt alltaf að læra meira af því sem getur gerst. Ég er búin að segja hérna áðan hvað skiptir mér máli, ég vil vera til fyrirmyndar og mitt helsta markmið er að þið sjáu muninn og rétt og röng. Geti lesið aðstæður og hafi hugur ekki til að segja nei. Og ég ætla að segja ykkur það er stórmál að standa fyrir framan reynslumengin verkstjóra sem er búin að vera hjá Ístak í 45 ár og veit alveg hvernig á að gera þetta. Og ef þið sjáuð eitthvað að í öryggismálum komið inn og ætlaði að fara að hafa skoðun á því. En það er alveg hægt. Og ef þú ert með rökin á bakvið þá ekkert mál. Að þeir hlusta allir. Og þeir vilja allir komast heilir heim. Og þá snýst þetta bara samtali. Tala saman, útskýra, fara yfir málið. Og hætta
að segja, á ég að gera það? Ég held ég sé búin að útrýma því á þessu 1,5 ári hjá Ístak, en ég veit ekki hversu oft ég heyrði það fyrstu mánuðina. Þegar ég var að ætlast til af einhvers, af starfsmanni eða stjórnanda eða öðrum, á ég að gera það? Já, ég meina, hver á annar að gera það? Ætlar þú ekki að komast heill heim? Ætlar þú ekki að passa upp á þig? Ég ætla ekki að gera það. Þannig að allir hugsa sig og svo líka samfélagið. Að lokum. Tvennt sem við erum að vinna að fyrir utan vinnuhæð, því það er stöðugt, það er bara verkefni endalausa. Við erum að fókusa á hávaða. Hver sagði hávaði hérna áðan? Jú, 10. Af því að við fáum ekki heyrnarskaðan bættan. Gemur ekki tilbaka. Og gera sig grein fyrir því hversu rosalega mikið hávaði er oft í kringum okkur. Og það er örugglega hér. Og ég hef full að trúa því þess að pæla í þessu. Það er einhverju heyrnarhlífar hér á eyrum og annað. Og annað sem við erum líka að fókusa svolítið mikið á og vitundavakningu með, og það er öll efnin. Þurfum við öll þessi efni? Og hvað er í þessum efnum? Og hvað stendur á bakvið? Og kynna ykkur öryggisblað. Við erum að taka til hjá þessi Ístak líka. Og það er það sem ég langaði svolítið svona að skilja eftir hér. Þetta er síðasta glæran. Takk fyrir mig, ef þið hafið spurningar. En efnin ekki vanmetaðu. Gegnum húð, gegnum augu, það sem vendum að okkur og fleira. Takk fyrir mig.